Rafmagnslaust á nær öllu Norðurlandi eftir að 4 rafmagnslínur skemmdust í ofsaveðri í dag. Viðgerðarmenn bíða eftir að lægi til að geta hafið viðgerð en unnið að því að koma rafmagni aftur á Akureyri. Björgunarsveitamenn hafa aðstóðað á annað 100 ferðamenn á landinu öllu og sinnt tugum útkalla. Jóhanna Margrét Gísladóttir hefur fylgst með í dag. Það má með sanni segja að sumrinu hafi lokið með hvelli í nótt þegar að fyrsta alvöru haustlægðin hóf að berja á landsmönnum. En aftakaveður hefur verið allt land í dag. Rafmagnslaust nú frá Blöndu og alla leið á Kópasker auk truflana í flutningslínu á Austurlandi. Við erum með 4 flutningslínur sem hafa orðið rekstrar og truflanir á. Við vitum að fyrir víst að 2 þeirra hafa skemmst. Og við erum með viðgerðarflokka á svæðinu og að koma á svæðið og erum með að draga efni eða vara efni til þess að fara ráð eftir viðgerðarleyfi og aðstoðarleyfa. Guðlaugur segir erfitt að segja hvenær hægt verður að koma rafmagni aftur á en bíða þarf þess að veðrinu sloti til að geta hafið viðgerð. Þetta held ég menn hafa verið að ræða það að þetta sé svona með verstu ísingaveðrum sem við höfum fengið á flutningskerfið allavega í seinni tíða. Það akkurat við þetta hitastig sem réttir í kringum frostmark, mikil úrkoma í loft, eða mikil raki í lofti og vindurinn sem gerir það verkum að það hleðst á þetta verður ógna þyngd í þessu og á það til að bæða brjóta niður möstur og slíta líka leðara. Hann segir forgangsverkefni að koma rafmagninu aftur á Akureyri og viðgerðarmenn séu þar að störfum núna og vonandi verður rafmagn komið á Eyjafjarðarsvæðið seinna í kvöld. Bálkvast hefur verið allt land í dag og hafa hátt í 70 björgunarsveitamenn aðstoðað á annað 100 ferðamenn sem setið hafa fastir í bílum sínum á Norðurlandi. Senda þurfti vélsleða í Víkurskarð til að aðstoða bíla og segir Jónas Guðmundsson hjá Landsbjörgu að það sé heldur óvenjulegt svo snemma í september. Þá fuku þakplötur í Reykjavík, malbik rifnaði upp á Suðurlandi og bílskúr fór að færast úr stað í Vestmannaeyjum. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni mun veðrið byrja að lægja vestanlands í kvöld en áfram verður mjög hvasst á Norður- og Austurlandi og hvetja björgunarsveitamenn fólk til þess að halda kyrru fyrir á meðan veðri gengur yfir. Rafmagnslaust hefur verið á stærstum hluta Norðurlands í dag og allt að 60 rafmagnsstaurar eru brotnir í Mývatnssveit. Björgunarsveitir hafa sinnt útköllum víða land. Tjónið á raflínum í óveðrinu sem nú gengur yfir landið það mesta síðan árið 1995 en rafmagnslaust á stóru svæði á Norðurlandi. Veðrið fór að versna upp úr miðnætti og þá fór strax að teppast ferð á fjallvegum á norðanverðu landinu. Vonsku veður hefur svo verið víða land í allan dag og svona var umhorfs á Akureyri hádegisbilið, hávaðarok og slitta. Og hér á Víkurskarði lentu ökumenn í vandræðum strax í morgun. Þá var komið hér vestaveður, bílar lentu þessum eins og hér sést, enda flestir ennþá á sumardekkjunum. Þetta var nú ekki nema rigning á láglendi en svo þegar það komið hérna upp á skarðið þá var allt vitlaust og það var ekki nema ein hjólför og þegar við mættum bílum þá lentum við út úr þeim og þá vorum við bara fastir. Og þarna voru menn á stærri bílum einnig í vandræðum, olíubíl með tengivagn og rút á leið til Akureyrar en erfitt var fyrir snjómóstusmenn að athafna sig inn á milli bílana. Miklar skemmdir hafa orðið á raflínum á norðanverðu landinu í þessu óveðri en ísing hleðst á línur og staura. Rafmagn fór af stóru svæði strax í morgun, allt frá Bárðardal og austur í Mývatnssveit og þaðan á svæði frá Öxarfirði austur á Bakkafjörð. Þá fór rafmagn af Akureyri og í Skagafirði. Vinnan okkar núna kannski að reyna að lágmarka tjónið, halda þeim línum uppi sem þó eru ennþá uppi og ná svona betra yfirliti yfir stöðuna þannig að við getum skipulagt betur okkar aðgerðir þegar við fáum meiri mannskap. Björgunarsveitir hafa aðstoðað starfsmenn Rarik við að leita bílana en erfitt hefur verið að athafna sig sökum veðurs. Þið segir mér að það langt síðan að svona lagað hefur gerst svona mikið tjón. Já, mér svona sýnist fljótt á litið að þetta sé versta tjón hjá okkur hér á Norðurlandi síðan 1995 en þá var hér gríðarlega mikið tjón. Og það enn rafmagnslaust á stórum hluta Norðurlands og hefur verið síðan snemma í morgun á Norðausturlandi. Fleiri tugir rafmagnsstaurar brotnuðu í Mývatnssveit þar sem Gísli Rafn Jónsson bílstjóri tók þessar myndir fyrr í dag. 4-leytið breyttist rafmagnsleysið út þegar byggðalínan hjá Landsneti datt út og var þá meðal annars rafmagnslaust á Akureyri. Guðlaugur Siggeirsson deildarstjóri netreksturs hjá Landsneti. Guðlaugur, hvenær má vænta þess að rafmagn komist á aftur? Nú, við erum að koma varaafli á Akureyri núna
og línan sem að flytur rafmagn frá Blöndu inn á Akureyri, hún líka það bil að komast í rekstur að því mér skilst. Það búið að brjóta ísingu af henni, þannig að vonandi kemst hún í rekstur fljótlega. En síðan illa brotið hjá okkur lína sem liggur frá Akureyri yfir í Kröflu og eins Kópaskerslína sem að fæðir inn á Kópasker, hún líka brotin og við erum með viðgerðarflokka á því svæði því að við leggjum áherslu á að koma rafmagni inn á Eyjafjarðarsvæðið og eins til Kópaskers. Hefur einhverja tilfinningu fyrir því hversu langan tíma þetta mun taka? Vonandi inn til Akureyrar fljótlega því að mér skilst að sú lína sé að komast í rekstur mjög fljótlega og það mun taka eitthvað lengri tíma að gera við bílununa sem að fæðir Kópasker en því að það eina lína sem að þanga liggur og ekkert varaafl á staðnum. Við höfum heyrt áhyggjur manna því að viðbragðsteymi hafi verið staðsett hér fyrir sunnan og fá fyrir norðan. Það vandamál? Við höfum verið í góðu samstarfi við hin orkufyrirtækin og við höfum starfað þannig að við höfum verið með samstarfi þegar að svona uppákomur koma að eiga sér stað þá höfum við leitað til hvors annars og verið mjög góðu samstarfi með það þannig að fyrsta viðbragð höfum við geta haft hjá staðarmönnum og síðan koma okkar teymi inn strax og náttúrulega strax gera ráðstafanir til að fara af stað þar sem að þörf Guðlaugur, þakka þér kærlega fyrir, við fylgjumst að sjálfsögðu með framvindunni og því hvernig gengur að koma og streyma áttur, en takk fyrir í bili. Takk. En hátt í 80 björgunarsveitarmönnum nær allt land hafa verið önnunköfnir í dag við að aðstoða fólk og féna í þessum norðankvelli. Ófærð og snjókoma á fjallvegum norðanlands og bálkvast á sunnanverðurlandinu. Í Vestmannaeyjum streymdu verkefni inn fyrir björgunarsveitarmenn í dag og svo flettist malbik af þjóðvegi 1 á Skeiðarársandi og rúður brotnuðu þær í bílum. Björgunarsveitarmenn á Norðurlandi aðstoðuðu tugi ferðalanga á svæðinu milli Varmahlíðar og Húnavers, á Grímsstöðum og Fjöllum og í Ljósavatnsskarði. Beiðnir aðstoð björgunarsveita í dag bárust úr öllum landshlutum nema af Austfjörðum.